Offita. Hvað kemur upp í hugan þegar þú heyrir þetta orð? Ofþyngd, óheilbrigt mataræði, oflítil hreyfing, byrði á heilbrigðiskerfinu, hugsanlega. En þessi þættir eru aðeins hluti af heildarmyndinni. Offita er alvarlegur heilsufarsvandi allan heim og hefur í dag áhrif á meira en 650 milljónir einstaklinga. En það eru vísindi að baki offitu sem eru flókin og oft á tíðum rangtúlkuð. Sett fram á einfaldan hátt, þá byrjar offita að þróast þegar við neytum fleiri hitaeininga en við notum. Með tímanum safnast umframorka upp sem fita í fituvefjum og veldur þyngdaraukningu. Það að léttast þessi kíló og halda þeim í skefjum snýst meira en bara það að borða minna og hreyfa sig meira. Aðalatriðið er að margir mismunandi þættir geta haft áhrif á orkujafnvægi líkamann. Þar á meðal lífeðlisfræðilegi þættir, erfðir, umhverfi, stað okkar í þjóðfélaginu og andlegi þættir. Og svo er það samvægiskerfi líkamanns sem stýrir matarlyst, orkuinntöku og orkunotkun. Það tengist nokkrum svæðum í heilanum og þar á meðal undirstúku heilans sem vinnur úr hormóna og taugaboðum frá öðrum hlutum heilans, meltingarvegi og fituvef. Þyngdartap hefur áhrif á þetta kerfi og eykur hungurtilfinningu í líkamannum og dregur úr hraða efnaskipta í líkamannum. Maginn losar einnig meira af hormóninu grelín sem eykur hungurtilfinningu og matarlyst. Á sama tíma senda meltingarvegurinn brisið og fituvefurinn frá sér færri merki settu og því meðtekur heilinn ekki settutilfinninguna. Hormónabreytingar eins og þessar skýra að hluta til af hverju einstaklingar sem léttast þyngjast oft aftur, þrátt fyrir að leggja sig mikið fram. Það er mjög brýnt að skilja þessa áþreifaþætti þegar kemur að því að takast á við offitu, einkum þegar fylgikvillarnir eru hafðir í huga. Þar með talin sykursýkja tegund 2, hjarta- og æðasjúkdómar, háþrýstingur, blóðfituröskun, slitgigt, kæfisvefn og ákveðnar tegundir krabbameina. Að sama skapi geta offita og ofþyngd haft neikvæð áhrif á heilstu tengd lífsgæði og dregið úr lífslíkum allt að 10 ár. Það jákvæða er aftur á móti að ef þyngdartap er viðhaldið getur það dregið verulega úr hættun á því að einstaklingur þrói með sér sjúkdóma sem tengjast offitu. Þyngdartap sem nemur 5% hefur í för með sér verulegan ávinning fyrir heilsu og þyngdartap sem nemur 10-15% eða meira getur aukið þennan ávinning enn frekar og stuðlaði betri heilsu sem tengist þyngdartapinu. Einstaklingar með offitu eru alla jafna móttækilegir, þá langar mikið til þess að léttast og viðhalda þyngdartapinu. En einstaklingar með offitu geta ekki gert þetta upp á eigin spýtur. Þeir þurfa aðstoð. Offita er langvinnur sjúkdómur sem krefst langtíma meðferðar og þetta hefst allt með samtali.